Góða kvöldi. Gaman að sjá svona marga hér í kvöld til þess að minnast Hávars, stráksins hennar Hilmu okkar. Þið sem eru að koma fyrsta skiptið, þá erum við starf sem heitir United Reykjavík og hér lofum við Guð, elskum Guð og þjónum Guði og við ætlum að við höfum haldið svona kvöld áður og þá erum við bara með mánudags samkomunnar okkar og heiðrum hana einstaklingnum hana. Þannig að mér langar að bjóða okkur, þannig ég ætla bara að bjóða okkur velkomin á United Reykjavík samkomu líka. Og langar að bjóða okkur í svo fæti með mér og við ætlum að byrja á því að leggja þessa stund í Drottins hendur. Heilagi Far, ég þakka þér fyrir nærveru þína. Drottinn minn Guð, ég þakka þér fyrir að í sársauka og sorg okkar þá ert þú nálægur, Drottinn. Það minn Guð bara komið fram fyrir hásætið þitt í kvöld. Drottinn, það eru margir hér inni sem eru að gangi í gegnum mikla sorg. Faðir minn Guð, þú ert huggarinn og ég biði Drottinn að hugga þá sem eru sorgmæddir. Drottinn, ég þakka þér fyrir vonina sem við eigum í þér, Drottinn. Þakka þér fyrir lausnina sem við eigum í þér, Drottinn. Og Jesús, við bara beinum sjónum okkar hásætið þínu í kvöld. Takk Jesús fyrir nærveru þína. Við erum með svona aðeins öðruvísi lagval en vanlega, en við ætlum að lofa Guð og þið velkomin að gera það með okkur. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. Come and turn this around, 'cause deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. There'll be no there'll be no change when Jesus comes. Let today be the day. He'll come for the weak and the strong just the same, and all will believe in the power of His name. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around, 'cause deep down
isn't home, come Jesus, come Jesus, come. One day he'll come, we stand face to face, lay it all down, 'cause it might be today. The time is right now, there's no need to wait. Your past will be washed by the rivers of grace. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. 'Cause deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Góða kvöldið, kæru vinnir, og verið hjartalega velkomin á samkomu hjá United. Ég heiti Aron og ég alkoholisti og nýsköpun í kristni. Ég tek undir með Ingu, virkilega gaman að sjá hvað eru margir hérna, alveg stappað hús, og við erum komin til að lofa Guð minna Hávars og alla þeirra sem hafa dáið úr fíkn sjúkdómi og sýna Hilmu sem og Hjölla stuðning í verki. Og samskotin hjá okkur verða öðruvísi, öll samskot renna beint til fjölskyldu Hjöllaus og til fjölskyldu Hávarðs. Þannig að endilega, kæru vinnir, tökum þátt, það er posi aftast og svo mun karvan ganga og reikningsupplýsingar ætti að koma eftir andartak. Svo í lokin hjá mér, ég ætla bara að hafa þetta stutt og laggott. Óli mun tala til okkar eftir andartak. Mér langar að deila með ykkur mannakorninu sem ég dró í morgun, sem eru úr Matteusarguðspjalli 7:12. Allt sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður, það skulið þér og þeim gjöra. Þetta er hið sanna lögmál. Þetta á rosalega vel við. Eigum yndislega stund saman, kæru vinir, og lofum Guð og Guð blessi ykkur öll. Takk. Stand
syngja fæ með himninum og krjúpa frammi fyrir þér. Syng helgur, helgur, helgur ert þú þig. Ég trúi þig, þú alfa og omega. Þú stendur við loforð þín. Þú ert hér, máttugur ertu, trúi þig. Leiðin greið vegna þín. Ég hleyp gegnum opið haf, beint til þín. Ávallt trúfastur ertu. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song will stand, and you'll never do. So I'll throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your soul. You've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your soul. You've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh,
So I'll throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, you get shy on me, lift up your soul, 'cause you've got a lion inside of those lungs. So get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your soul, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Halleluja, amen. Gott að sjá okkur hér í kvöld, svona óbóðslega marga. Ég var hugsaði hérna í sætun áðan að þetta starf byrjaði 2011 og búin að vera að síðan þá, síðan 2011. Og við verið athvarf, kærleika, elsku og vináttu. Hér gott að koma, finna sér tilheyra, finna sig vera part af einhverju og það hefur gengið vel og þetta með trúna getur mörgum erfitt að kyngja í byrjun en það allt í lagi, við erum bara þannig, við erum þrjósk og við viljum stjórna sjálf þó að við gengið mjög misjafnlega að stjórna sjálfur en þegar maður gefur Guði líf sitt og lætur hann taka við taumunum þá gerast kraftaverkin. Þess vegna gott að koma hér. En á sama tíma þá erum við að horfa upp á bara svo ömurlega hluti gerast í lífinu. Ég var hugsað að núna síðasta árið þá vorum við búin að hafa svona stund eins og þessa oftar heldur en öll árin frá 2011 sem segir okkur svo margt. Að óvinnurinn kemur til þess að stela, slátra og eyða. Það er hans markmið. Að rífa niður líf þitt, að þú eignist ekki gott líf, eignist ekki frið, eignist ekki frelsi og finnir þig vonlausan og margir að berjast í það. En svona starf gerir það verkum að við getum haldið utan hvort annað og
og við getum verið til staðar fyrir hvort annað og elskað skilyrðislaust, sama hvað. Við lendum í alls konar dýfum í okkar lífi. Ég hef alltaf sagt að mitt líf og gegnum áfengi og neysluna, þetta búin að vera svona rollercoaster. Þú veist, ég farið upp og niður og fram og tilbaka. Þá ég gafst algjör upp 2010, en það hafði ég hafði ekkert val annað heldur en að gefast upp, en það var ég bara að deyja. En hvað gaf Guði 100% líf mig frá þeim degi? Og þá fer Guð að vinna í líf okkur og gera hluti sem að maður aldrei átt vona að myndu gerast. Ég hélt ég væri farin en það væri búið, en það var ekki svo. Og þannig fyrir okkur öll. Og þess svo mikilvægt á þessum tíma sem við lifum á í dag og þessu ógeði sem bara að vaða yfir, bæði þegar það kemur af þeim heimi sem að mörg okkar að koma úr, lyfja og áfengis og fíkniefnum, að þessi viðbjóður sem komin núna verða til þess að við erum að sjá eftir yndislegu fólki. Og þessi stund í kvöld okkur dýrmætt og ég veit fyrir hönd Hilmu og fjölskylduna þá bara, takk fyrir stuðningin sem að þið hafi sýnt bara á svo ótrúlegan hátt til hennar. Á sama tíma ég ekki hissa yfir því, að því að Hilma, eins og ég þekki hana, hefur alltaf verið til staðar fyrir alla, alveg sama hvað dæmir ekki og alltaf verið til staðar. Hún hugsaði ótrúlega vel yndislega hávarð okkar sem að við söknum svo mikið í dag, á þess að gangi yfir ykkur mörg. Og það svo mikið að við lærum, þegar við förum að hrærast í þessum heimi. Hún hefur verið að hjálpa til á Draumasetri og í TSI og alltaf tilbúin að hjálpa fólki að vera til staðar fyrir fólk. Og það svo mikið og svo kemur eins og skellur á lífi okkur. Stundum skiljum við ekki lífið. Við bara skiljum ekki hvað að gerast. Sama tíma og það kemur upp alvarleg skemmdi í íbúðin hennar. Hún verður að flytja út úr íbúðinni sinni og rétt eftir þá kemur þessi skellur á eftir. Að elsku drengurinn farin. Og þá svo mikið að eiga svona net, eins og Maríu, elsku vinkonuna sem eins og klettur við hliðarnar og þið öll sem að hafið mætt inni. Og ég veit að Hilma mín ævilega þakklát fyrir það. Hávarður var yndislegu drengur, hann var að berjast eins og svo mörg okkar við þennan ógeðslega sjúkdóm. Ég sagði frá því hérna síðast að ég fór með hann niður á bráðamóttöku hálfum mánuði af 10 dögum áður en að hann lést og hann sagði við mig í bílnum þegar vorum að keyra niður í til svona dansandi við rof og sagði við mig Ólafur, getur þú beðið fyrir mér? Og ég bað fyrir honum í bílnum og það var alveg ótrúlegt að finna bara hvernig hann var það sjálfur þegar við vorum að biðja. Svo þegar ég var búinn að biðja þá tók hann við sjálfur og byrjaði að biðja og bað bara Guð að hjálpa sér, hann gæti þetta ekki. Og hann þráði eins og við öll þráum svo mikið að eignast þetta líf án kvíða, án ótta, hræðslu, vanmáttarkenndar og að við lítum á sjálfur eins og Guð sér okkur. Það það sem við þráum öll að gerast fyrir líf okkar. Og ég veit að fyrir mörg okkar að hann átti svo marga vini og við sitjum sem eftir og hugsaum hefði við geta gert eitthvað meira, hefði ég geta gert eitthvað meira. Hilma mín, nei, þú ekki geta gert nei meira. Ég get alveg lofa þér því. Að því það var bara unaðslegt að fá að horfa á hvernig þú komst fram við elsku drenginn. En við sem sitjum eftir, við höfum líka að ef þetta að halda svona áfram eins og að gerast núna í þessu landi, að þá svo mikið að við vöktum hvort annað og séum tilbúin til staðar fyrir hvort annað. Hér kannski innir í kvöld fólk sem að berjast við sjálfsvígshugsanir, berjast við fíknina, kannski ertu hér og ertu undir áhrifum. Það allt í lagi, vertu velkomin að vera hér. Við viljum freka þú sért hér umvafin kærleika, elsku og vináttu, heldur hann að vera hérna fyrir utan og vera tínast þar, eins og allt og margir að gera. Megi Guð gefa okkur það að við lærum líka af svona áföllum eins og gerðist í dag og við erum að horfa upp á þetta gerast út allt. Elsku Maríu okkar, hann stóra, hún sem lést núna í síðustu viku, ungu drengur sem var hjá okkur á Draumasetrinu fyrir 4 mánuðum síðan, fór líka og þetta bara út allt, þetta að gerast út allt og við verðum að vakna og segja hingað og ekki lengra. Við þurfum að sitja niður fótinn og segja hingað og ekki lengra. En það gerist ekkert nema við framkvæmum sjálf. Við verðum að gera það, við verðum að taka þátt í því, við verðum að stíga fram og gera það. Og ég held að svona stund megi gefa okkur það gott að geta komið saman, fá svona eins og við upplöfum það að hvíla í skugga vængja drottins, fá að finna, geta grátið
og líka geta hlegið af minningunum, skemmtilegu minningunum og góðu stundunum sem áttum saman. En það sem númer 1, 2 og 3, að við sem eigum lifandi trú, við trúum á að vera okkar hér á jörðinni bara eins og millilending í flugi. Þú veist, öll eilíðin eftir. Við munum hittast að nýju. Við trúum á eilíft líf. Við kveðjum stund. Það alveg klart mál, við munum öll deyja. Það er 100% dánartíðni, sko. Ég lofa ykkur því. Við munum öll fara, einhvern tímann. En tíminn bara sem svo sár að þetta skildi gerast núna. Það eftirsjáin, sársaukinn við eftirsjána. En á sama tíma þá vitum við og Hilma veit og fólki sem í kringum hana veit það að við munum hittast að nýju og það yndislegt. Í dag hávarðarstað, það sem getur brosað. Það engin sjúkdómar, það engin ótti, það engin kvíði, það engin fíkn, það ekkert sem að berjast við hann. Hann liggur bara í faðmi Drottins og finnur hennar frið sem hann þráði allt sitt líf að eignast. Og megum við taka það með okkur. Og ef þú átt ekki trú, þá þess gott bara eigðu þetta mustaskort vonarinnar að það sé líf eftir þetta, að það sé þetta eilífa líf. Það svo gott að eiga þetta, þess að fullvissu í líf okkar. Og það gerir manni miklu auðveldara að ganga gönguna. Það gengur líka betur að eiga við sorgina þegar við eigum þessa trú. United var stofnað á sínum tíma til þess að vera aðlugun Guðsríkisins en ekki áróður. Við þolum ekki áróður, við þolum ekki að tróða trú upp á fólk. Við tökum ekki þátt í því. Við viljum að líf okkar endurspegli Krist. Við viljum að líf okkar endurspegli hvernig Jesús var og í líf okkar. Að við séum hjálpin sem fólk að leita eftir. Ég segi ofta að það hefur ekkert að segja að standa upp á einhverjum kassanir og Lækjartorgi og að hrópa halleluja. Við þurfum ekki að nota orð, við notum líf okkar. Látum líf okkar vera þessi kærleikur sem allir þrá að eignast, allir þrá að vera í. Og það það sem að mestu máli skiptir allavega fyrir okkur sem hér eru, að þú finnir, ef þú ert hér í kvöld, að þú ert velkominn, þú finnir að þú tilheyrir og þú ert meðtekinn og það það sem svo mikilvægt. Að því flestir sem að berjast í áfengi og fíkniefni finna sig vonlausa, finna sig ekki meðtekna. Versti óvinur okkar þegar við erum með neyslu, það eru við sjálf. Það hvernig við komum fram við okkur sjálf. Megi Guð gefa að þið sjáið ykkur alveg eins og hann sér ykkur. Yndislega sköpun, falleg, góð, kærleiksrík. Þetta bara lífið sjálf. Finnum við ekki að við erum komin á okkur endastöð? Finnum við ekki hvernig viðbjóðurinn og allt sem að koma yfir henni heim? Öll þessi óeining og ljótu orð sem hefur að tala til hvers annars. Allt sem að gerast sem hefur svo óhugnarlega ljótt og erfið. Erum við ekki komin á einhvern stað að við þeirri segja hingað ekki lengra? Höldum utan hvort annað. Það númer 1, 2 og 3. Lefum fólki að finna sem hér með þér í kvöld að þú hugsa til þeirra. Sá sem með þér í kvöld og ekki með þér næsta mánudag. Hringdu og spurðu, ég saknaði þín í gær. Þú varst ekki í gær. Það það sem við þurfum að gera, hugsa hvort annað. Við þekkjum líka í gegnum áfangaheimilin. Við finnum að það verður alltaf erfiðar og erfiðar. Rekstur og svona verður alltaf erfiðar og erfiðari. Af því að neyslan ljót líka. En við megum bara ekki gefast upp. Við bara megum ekki gefast upp. Við verðum að stíga fram og við verðum að sitja niður fótinn og hingað ekki lengra. Það óska þess að við getum gert og verið samstíga Við erum svo ótrúlega mörg og innan samtakana, þetta svo stór hópur af fólki. Og munum það að sameiginlega velferðin situr í fyrirrúmi og batinu undir einingunni komið. Og megi Guð gefa okkur þessa einingu innan samtakana, hér inni og allstaðar sem við stígum niður fæti. En á sama tíma og við ég bið Guð að blessa fjölskyldu Hávars og Hilma mín og Hjörli og allt fólki sem í kringum hana og þetta ótrúlega sorg. En á sama tíma þá vitum við hvar hann í dag. Og það svo gott að vita það. Það svo gott að eiga þessa trú að hún líður vel í dag. Á sama tíma getum við aldrei tekið frá söknuðin. Ég hef verið þrívegis hef ég verið við fólk sem að deyja. Og það svo athyglisvert að það eru svona 2 hlutir sem að koma upp hjá fólki sem að deyja. Og nota bene, einn af þeim hann dó nú ekki. En þá
það var gott að fá að heyra hvað það var sem hjarta hans þráði. Fyrsta var að það var ótrúlega söknuður við það fólk sem að vera að kveðja. Og númer 2, vitið hvað það var? Hvað tekur við? Hvað svo? Eitt sagði, ef þú ert til, þá vil ég koma til þín. En það er svo erfitt að vera að gera þetta þegar við erum að fara. Við getum eignast þessa trú og fullvissu strax á lífsleiðinni og gengjum með Guði alla tíð. Reynum að vera besta gerðin á okkur sjálfum og það gerist fyrst og fremst í kærleika og elsku til fólks. Okkar starf byggist á því að elska fólk til lífs og elska lífið. Það er það sem við gerum. Ég ætla að biðja Löfi að koma aðeins upp hérna. Við ætlum að biðja hans, við erum ekki að rísa á fætum. Ég langar svo að við biðjum aðeins og áður við förum hérna og kveikjum á kertunum og það er gott að koma hér fram, kveikja kerti, leggja hér á, minnast elsku Háas okkar, minnast fólksins sem við höfum mist, sem í kringum okkur, líka að setja kertin niður til væntingar fyrir þá sem ennþá eru úti og að þjást. Að þeir þurfu ekki að ganga þessa leið og við þurfum ekki að fá að upplifa það. Bara Faðir, við bara þökkum þér fyrir náðinn og miskunni og þökkum þér fyrir hversu yndislegur þú ert, Drottinn. Ég bið þig bara, Drottinn, að blessa einn og sérhvern sem hér inni í dag. Allir sem eru hér, Drottinn, sem eru með sorg í hjarta, með söknuð í hjartanu, Drottinn. Faðir, mig gefðu það að við megum líka, Drottinn, sjá líf Hávars, gleðina, frelsið, friðinn sem hann átti þegar hann var ungur drengur. Þakkaði fyrir, Drottinn, að hann þráði svo mikið að fá snertingu frá því, hann þráði svo mikið að fá að losna undan fíkninni og ég veit, Drottinn minn, að þú ert með henni í faðmið þér núna, Drottinn. Við skiljum ekki alla hluti og við ætlum ekki eins og að reyna það, Drottinn. Við biðjum samt sem áður að blessa alla þá sem eru hér í dag, fjölskylduna, Drottinn minn, í Jesú nafni, í Jesú nafni. Faðir, við komum fram fyrir því og ég þakka þér, Drottinn, að í Jesú nafni þá bið ég fyrir fjölskyldu, foreldrum, systkinum Hávars og ég þakka þér, Drottinn, að núna í kvöld þá eru öll fjölskyldans og við erum hér samankomin sem eitt og við biðjum, Drottinn, huggun og náð inn í líf hvers einasta mann og konu sem er hérna í kvöld og er að spyrja sig spurningar. Og ég vil líka biðja sérstaklega fyrir öllu unga fólkinu, vinum hans Hávars, bæði sem eru hérna og eru að horfa á netinu, sem eru líka að spyrja sig spurninga lífið og dauðan og af hverju og allar þessar spurningar. Og ég bið fyrir öllum vinum hans, bæði frá Blönduósi og hérna í bænum og fólki sem þekkir hann og man eftir þessum glaðlega sprelligalli og spyr af hverju gerist þetta. Og ég biði Drottinn bara umvefja þau í Jesú nafni, komdu með kærleika þinn og náð. Og ég biði líka fyrir að við megum öll sem eitt bara í kvöld og eða núna að bara Drottinn Guð leið okkur að finna fyrir faðmlagi þínu og umvefðu okkur öll sem erum hér og líka við þau sem eru að horfa með kærleika þinn og huggun að því að þú ert faðir okkar og við þökkum fyrir að við fáum öll að finna fyrir föðurfanginu í kvöld og við fáum að spyrja og við fáum að vera einlæg. Við höfum öll okkar sögu og ég legg þessa stund í þínar hendur í Jesú nafni. Amen. Þið megi koma, við erum með hérna kerti og þannig taki kerti og ég ætla að biðja Hilmu og fjölskylduna komið þið hérna fyrst og kveikjum kerti til minningar. Þetta er tákgrænt, það er líka gott fyrir okkur að kveikja á kertinu og endilega komið þið og kveikja á kerti með okkur og eigum þessa stund saman sem fjölskylda Hávars.
mín liggur. Lífið svo flókið oft ég í hjarta hryggur, en ég harka sambað mér eitt lítið knús. Elsku mamma, áður en ég fer, nú er ég komin til að kveðja. Ég kem aldrei framar hér. Fegrað fjallið, ég feta veginn, dyrnar opna, draumahöllin, og dregur mig þar inn. Ég þakkir sendi öllu. Já, þetta kveðjan mín. Ég mun ganga á þessum vegi, sem lífsins dagur dvín. Ég mun ganga á þessum vegi, sem lífsins dagur
elsku mamma. Áður en ég fer, ég komin til að kveðja. Ég kem aldrei framar hér. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Ef það er einhver sem vilja fyrirbæn, þá endilega við verðum hérna til hliðar ef einhverju vilja spjall eða fyrirbæn. Við ætlum að taka eitt lokjulag viðbót, þannig að þið sem að treysti ykkur til með endilega rís og fætur og lokuð með okkur. How
nóttin Guð minn hér er ég, krýp á kné og ég þakka þér. Gegnum allt hefur leitt mig, þegar nóttin dimm, enginn hér. Svo syngjum við saman, þið viljið lofa. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Þú sem skapaðir heiminn, heldur veröldin í hendi þér. Þú sem skapaðir höfin og lífið sjálft í hjarta mér. Þó lítur þú til
Takk fyrir í kvöld. Það er ennþá eftir að fá fyrirbæn, þeir sem að vilja koma fram. Og svo er jarðarförin á föstudaginn, klukkan 1 í Fíladelfíu. My heart belongs to a country and a king, of a land I've always known.